Úli, Friðrik. hvað segirðu? Ég er bara mjög góður. Þú er bara mjög góður. Það er gott, það er mjög gott. Já. Glöggir áhorfendur sjá kannski að það er aðeins svona brenglaðari lýsing hérna yfir okkur. Já. Við vorum að missa 2 ljós af -hmm. 3, þannig það er svolítið minimalist í þetta skipti. Akkurat. Um, En við höfum ljós lífsins. Við höfum ljós lífsins, krakkar. Við ætlum að tala núna, þetta er núna 4. og síðasta þátturinn andlega heilsu og þetta verður stuttur þáttur, býst ég við, og við erum svolítið búin að vera að endurtaka okkur, en við ætlum aðeins að kíkja á svona sálfræðilega þætti eða kannski svona bara alla aðra þætti heldur en trúna sem geta varað andlega heilsu. Já, við ætlum að hans að leifa okkur að vera ótrúarlegir. Ekki andtrúarlegir, en ótrúarlegir. Svona, já, þið fattu hvað við erum að fara. Og þetta verður svona bara svolítið eins og mjög minimalist intro. Við ætlum aðeins að fjalla já, þú sagðir velferðarhjólið. Velfarnaðarhring. Velfarnaðarhringin, ekki batnara. Þegar við kannski séð svona myndapítsu eða hjóli sem með 8 eða fleiri svona hring. Já, akkurat, sem með 8 eða fleiri svona pítsasneiðum sem að standa fyrir ólíka þætti í lífinu, og við erum að tala sérst í bara velferð einstaklingsins, og það er andlega hliðin á lífinu, andlega hlutir, það er félagslegt félagslega hliðin, vitsmunaleg, líkamleg, fjárhagsleg, tilfinningaleg, atvinnulega tengd og svo umhverfistengt. Já. Þetta er alltaf því sem að auðvitað stuðla að góður eða slæmri andlegri heilsu. Og okkur langar bara aðeins að stikla mjög stóru. Við erum engir sérfræðingar þetta. Nei. En fannst bara viðeigandi að þetta er eitthvað sem við höfum hugsað. Já, okkar pæling er svona svolítið bara, þú veist, að vekja til umhugsunar, bara svona, ertu að sinna þessum þáttum í lífinu nógu vel? Já. Og ef ekki, þá er þetta svona mögulega sparkið svo þarft. Einmitt. Að því ég heiti sálfræðing tíma. Já. Og það er kannski svona megin ástæðan fyrir að við erum að taka þennan þátt, að því að kannski er fólk sem að upplifir andlega erfiðleika eða mótlæti, og það kannski heldur að það sé andlegt eða eitthvað til trúnni eða upplifir dal og skilur ekki, og ég var að hugsa nákvæmlega það og upplifa svoleiðis hluti þegar ég hitti sálfræðing og sá að Kristinn, þannig að hann gat skilið svona nokkurn veginn hvað ég var að fara. En eitt af því sem hann sagði, sem að hjálpaði mér, var það bara að mistökin sem ég var að gera, og ég held ég hafa sagt þetta í fyrri þætti, þannig ég ætla ekki að fjölur það en mistökin sem að ég gerði var það að hafa félagslega þörf fyrir bara vináttu og fólk, en ég var að reyna, og mér vantaði vini, vantaði félagskap, og ég var að reyna að uppfylla það með einhverju andlegri þörf sem ég er að biðja, í staðin fyrir bara að rækta betur tengslin við vinna mína, finna fjölbreyttari vinna hópa eða félagslíf, skilur. Já, akkurat. Þannig, það er bara svona kannski allavega grunnurinn fyrir því að ég hef áhuga og finnst þetta mjög mikilvægt umræðefni. Og það er einmitt eitt af þessum 8 hjólum. Ein af pítsasneiðunum er andlegt líf, sem við erum búin að kofera í hinum 33 þáttunum. Akkurat. En já, svo er það þessi félagslegi partur, erum við að rækta félagslíf okkar. Já. Og er það kannski rótin af vandamálinu, en já. Og önnur sneið, ef við höldum áfram með það þema, er það sem að við þýðum sem vitsmunalegt velferði eða vitsmunaleg heilsa, og það hljómar voða hoity-toity, en þetta er bara basically að þú veist, ertu að sinna hausnum að þér nógu vel, að bara, þú veist, ertu að gera eitthvað sem að eflir hugsununa þína, ertu að þú veist, ertu að takast á við eitthvað, þú veist, ertu að læra eitthvað nýtt, ertu að sinna sköpunarkraftinum, þú veist, ertu bara svona,
ertu intellectually og mentally engaged í ykkur, þú veist, Já. það eru markmið hvað það varðar og hérna Ég heyrði Já. ef maður skjóta inn Jordan Peterson umdeilda félag okkar sá hefur sagt margt gott, ekki allt Nei. en mjög margt akkurat, margt þetta læra honum og eitt af því sem hann hefur sagt hérna í bara svona viðtali eða það var sérst að manneskja sem spurði hann sem strögglaði með ofhugsanir og einhvers konar kvíða Já. og bara hvað ég gera við ofhugsanir og hann sagði eitthvað sem að mér varst mjög hjálplegt var ok, þú greinilega erst með getu til þess að hugsa og kannski hugsa mikið og stórt og eitthvað, fyndi þá eitthvað vandamál til að leysa eða efni til þess að læra eða eitthvað, Já. þú veist bara nota og hugsaði mikið en bara eitthvað annað, skilur og þar getur þú beint aðtilliðinni að einhverju öðru sem að kannski hjálpaði meira heldur en vandamálin Já, mér finnst það frekar hjálplegt persónulega. notaðu intensity sem þú notar í það að hugsa eitthvað annað heldur en að hugsa hvað þeir líður illa Einmitt. Og þriðja pítsan þriðja sneiðin er líkamlega hliðin og já, þið getur örgulega fundið 1003 podcast það gildi hreyfingar og matar og svefn og auðvitað er það bara common sense en það hjálpaði mér líka í minni reynslu og ég var á lágpunkti og ég vissi að ég ætti að vera að hreyfa mig en ég nefndi enga veginn en ég hugsaði nei, ok, það er bara að fara að hjálpa mér Já. ef ég fyrir út að labba, skilur þannig ég fór út að labba, eða fór að hlaupa reyndar en skiptir ekki máli, en þú veist, er maður að borða ruslfæði sem að gefur heilunum ekkert gott bensín eða er maður að borða vel, er maður að sofa ná líka maður ná að losa sig heilunum að losa sig við eiturefnin sem að þú þarft apparently, heyrir maður aftur, ekki vísindamenn en þú þarft 8 tíman í svefnum til að losa við eiturefni Já. sem er í heilunum og framleiða öll dopamíni sem þú þarft í næsta dag dopamíni eða hvað hormónar það eru allavega þú getur ekki blómstra fyllilega og upplefa fullkomna eða góða skulum við segja, andlega heilsu nema líkamlega heilsan sé á sínum stað líka Nei, nákvæmlega og mörg okkar höfum upplifað það að við erum með annarkvort hlut eða jafnvel dýr eða eitthvað slíkt sem að við berum ábyrgð á átt hund eða eitthvað og þú verður aldrei að fara að gefa hundinu bara eitthvað, þú veist skillis óhreint vatn og skillers skilur að þú veist, þú myndir gefa þú myndir setjast niður og segja, þú veist, ok, hvað þarf Já, ok, segja við þig Flott, ég held þú ætlar að ávarpa ferfællingin Já, nei Flott bara eitthvað, þú þarft að pæla í því kvöti nei, eins og ég segi, þú myndir eins og ég segi, tala við dýralækni eða eitthvað sem að veit eitthvað þetta og bara hérna, ok, hvað þarf hundurum minn að borða hvað þarf hann að, þú veist, hreyfa svo mikið þannig að, þú veist, hvað þarf ég að fara með hann oft að ganga og lengi og eitthvað svona og sumir hundar eru þannig að þeir bara, þú veist, það er nú að hlaupa eitt hring í kringum stofuna hefur þá eru þeir bara góðir og svo bara fara þeir að hrjóta en þú veist, sumir eru þannig að þeir þurfa bara, skilju, labba einhverja kílómetra á dag, skilju Ein skemmtileg staðreynd svona touch grass vibes Akkurat það mink samkvæmt Tryggva Hjalta og ekki lífur Tryggvi Hjalta þá minkar að þunglinda að koma með mold Já. þannig að það fyrir að drullum alla þá líður hans betur Akkurat, og ég minna, þú veist hver mann ekki heiti því að vera bara, þú veist, hamingjusamasta barn í heimi, bara eitthvað, þú veist bara eitthvað neck deep í hverju mold og þeir eru bara alveg sama Já. Þannig að þú veist, bara eitthvað, förum að leika okkur í drullu förum að drulla eins förum það er líkamlegt förum að drulla en já, það er mjög mikilvægt að, eins og við vorum að tala um að huga að líkamlu heilsunni en það getur verið dýrt gott transition þá förum við yfir í næstu sneið allar þessar sneiðar, það gerir mig bara svangan sko. En það er fjárhagslega heilsa og það er bara það, þú veist, að bara hvernig ertu staddur peningalega séð, fjárhagslega séð og hvernig er sambandið þitt við peninga, hvernig hugsaður fjármálið þín. Ertu kissa?
Já, akkurat, ertu hérna, þú ert nóg dæmið. Það er ekki það sem stendur fyrir. Og það sé sagt. hérna eru svolítið svona 3 spurningar sem að maður getur velt fyrir sér þegar að kemur að fjárhagslegri heilsu eða fjárhagslegri velferð. Ertu með skýr markmið hvað fjármáliðin varðar? Ertu með, þú veist, ertu að safna þér fyrir einhverju? Ertu að undirbúa framtíðina á eitthvað hátt fjárhagslega? Ertu að leggja ná fyrir? Og ertu sáttur við núverandi stöðu? Þú veist, eða getur verið að þú veist, ert í þeirri stöðu að þú getur verið að þjána meiri peninga með litlum breytingum með litlum breytingum og miklu eða þú veist, og litlu erfiði og svo bara þetta, þú veist, já, skilur, ertu, þú veist, og berðu virðingu fyrir peningum, skilur, þú veist, hvað er króna fyrir þér og áttu nóg fyrir nauðsynjum og veistu hverjar þínar nauðsynjar eru. Því að í nútímanum þá er alltaf verið að selja manni sko að bara eitthvað þú þarft að eignast bara eitthvað þennan vassbrúsa til þess að halda lífi líku við, skilur, en það er bara ekki stærnt. Þú veist, þú munt alveg vakna jafn mikið á morgun þú eigir ekki þess að 66 gráður norðurúlpu sko. Ég er ekki með neina tölfræðin, ég myndi alveg halda að fjárhagslega vandamáli eða peningar væru ofarlega á listanum yfir það sem sálfræðingar sjá, yfir það sem veldur streitu og kvíða. Bara að eigi ekki nóg fyrir sjálfum sér og sínu fólki að vera í skuld eða whatever. Ég held að eitt atriði sem er mjög einfalt og geti gert mjög mikið fyrir þig, það myndi ekki breyta upphæðinni á bankareiknum endilega, en bara að kynna þér hvað Biblían segir um peninga. Já. Við gerðum þetta þátt það, þetta átti ekki að vera Nei, já. Gott plugg. Þáttur, ég man ekki, á milli 4 eða eitthvað. Bara very early on. Allavega, einn af þessum lélögu fyrstu segir svona. En bara að kynna þér hvað Jesús kenndi peninga, hvað Biblían segir um peninga er mjög hjálplegt. Að þú hafir ekki meiri áhyggjur af peningum heldur en þú þarft að hafa. Já, akkurat. Hverjum degina er sín þjáning. Og talandi áhyggjur af peningum að fjárhagsleg vandræði og ósætti hvað varðar fjármál er, og nú er ég ekki að vitni ykkur tölur, skilju, ég er engin sérfræðingur, don't quote me on this, en það er stór hluti, það er risastór faktor og að ég held meiri hluta faktor í það hjónabönd endi í skilnaði. Það er vegna fjárhagslegra vandamála og miscommunication hvað það varðar. Yep. Tilfinningalegt heilbrigði. Hvað er emotional intelligence? Tilfinningagreind. Já, tilfinningalegir vitsmunir. Það er ekkert náma hjálplegt og ég man ekki hvar eða hvenær við sagði það, en einhvern tímann höfum við talað um það hérna. Biblíulega leiðin til þess að díla við tilfinningar er hvorki að bæla þær nýja að fylgja þeim fyllilega, að gefast þeim. Það sem er hjálplegast er að nefna tilfinningarnar, tjá hvernig þið líður, saman hvort það sé við sjálfan þig eða Guð eða annað fólk. Já. Og eftir bestu geta minnst að leiða þær, tjá það í bæn eða tala um fólk og einhvern tímann kannski hlusta þær og taka með af tilfinningum en ekki láta stjórnast af tilfinningum, af því að hjartað okkar er spilt, kennir Biblían, og brenglaði öllum alltaf að gera alltaf það sem okkur líður eins og ættum að gera, þá værum við ekki á besta staðnum. En ég held að á slæmum stað andlega talað þar að segja, þá er eitt af besta sem getur gerst er að hunsa tilfinningar. Já. Og þetta er að nefna þér og ekki að láta það stjórna þér, ekki skilgreina þig út frá tilfinningunum. Nei. Þú ert ekki kvíðinn eða þunglyndið þitt, en þú dílar við vanlegan, og ekki heldur fallið þá gref ég að allt þú eigir að upplifa hamingju og veljan. Það er ekki markmiðið. Þú
ef það markmið þá hefði Jesús ekki farið á krossin Nei, akkurat. nema þú lítir á langtíma hamingju og hann segir að hann hafi liðið vegna gleðina sem beið hans sem eru við þannig, en í mómentinu er hamingja og gleði og veljan ekki það sem skiptir máli þannig við þurfum líka að læra að leifa okkur að líða illa stundum og líða ekki illa með það að líða illa heldur bara vita að tilfinningarnar okkar sérstaklega úlingsárum eru skrautlegar og upp og niður og hægra og vinstri þannig bara vera skynsamur þegar kemur að tilfinningarlegu lífi heilbrigði og nú erum við komin að hvað 7. og næst síðustu sneiðinni 7. já þetta eru 7 djók 7. og það er atvinnutengd velferð og að því öll erum við nú flest öll erum við nú með einhvers konar starf eða höfum eitthvað hlutverk einhvers staðar og það skiptir miklu máli að manni líði vel í því starfi sem maður velur sér að bara þú eyðir svo mikilli orku svo miklum tíma og bara stórum hluta að lífiðinu eyðuru vinnandi og þá eru það nokkur þættir sem hægt er að hafa í huga hvað varðar atvinnulega heilsu og atvinnulega velferð og það er fyrst og fremst upplifur tilgang með starfiðinu upplifur það að það sem þú ert að gera ertu að bæta heiminn eða ertu að ertu að hjálpa einhverjum skilur ertu að veita þjónustu sem skiptir máli hvað ef þú væri ekki á þeim stað sem þú væri að gera væri gat í lífi einhvers það er spurning og svo er bara einfalt líður vel í vinninni bara og það getur verið það getur svo margt verið í því bara vinnustaðurinn sem slíkur og samstarfsfélagar og fysiskt vinnu umhverfið vinnur heima hjá þér eitthvað skilur og svo þetta færðu félagsleg samskipti út úr vinnunni að hvernig ef þú ert ekki í þeirri stöðu að þú ert solo freelancer þú bara vinnur í stofunni heima þá að þú vinnur á skrifstofu eða eitthvað á okkur vinnustað hvernig færðu ertu í góðum samskiptum við vinnufélagina og það er einmitt og þá einmitt kemur svona þessi sama það er byggt á þessum sama grunni og það upplifir tilgang er það að þú eyðir svo brjálæðislega miklum tíma hlutfallslega á deginuðinum, árinuðinu, lífinuðinu í einhvers konar atvinnustarfsemi að þetta fólk er í kringu gríðarlega mikið þannig að það skiptir máli að fjárfesta í því að vera í góðum samskiptum við þetta fólk 100%. Einhvern tímann las ég mann sem var að upplifa mikið bara þunglindi og vanlegan og bara á miðjum aldri og ráðfæri sig við prest og presturinn fór bara svona að spjalla og reyna að greina og sjá hvar er rótin af vanleganinni og einu af spurningunum sem þeir samtalið leitast út í var vinnan hans og hvort ég man ekki hvort hann vann skrifstofustarfi eða var smíður eitthvað sem bara fannst hundleðilegt og presturinn spurði hann áfram og bara hvað er það sem þið langaði að gera hvað er draumurinn? Lögga mér langar að vera lögga og löngsa í stuttumáli þá enda með því að hann skipti starf fór í lögguna og upplifði miklu meiri tilgang þar og að þar blómstra þar hafði hann eitthvað fram að færa og það var hans hilla þar sem hann nýtti sína hæfileika þannig að kannski er einmitt bara vinna og það eru forréttindi að fá að vinna við vinnu sem að þú elskar og nýtur þín í en ef þú hefur það tækifæri sem það er mikið af á okkar landi og í okkar svona vestrænum samfélagi allan þá er það forréttindi sem maður er að taka Akkurat og líka bara skoða og líka bara skoða það svona hver eru mín áhugamál, hver eru mínir hæfileikar og þú finnur starf sem að þú finnur að þú ert að nýta bestu hliðarnar á sjálfur í
að þá sýnir sagan það að langlífi í starfi er miklu meira ef að það er staðreyndin. 7. og síðasta, næst síðasta 8. er andlega pítsan sem að við, eða sneiðin sem við höfum ekki, eða við höfum talað nóg hingað til. Einungis í 32 þáttum. Sirka. Það er svona umhverfislega sneiðin. Bara, og ég held að þetta sé ekkert flókið, bara hvernig er umhverfið þitt. Ég meina, í fyrsta lagi, ok, þú býrð í öruggu og landi þar sem er friður og lýðræði og skilur, við búum mjög lánsöm hvar við búum í stóra samvíkinu. En skilur, hvernig er heimilið ég veit að ég bjó rúmið mitt í morgun, mér liður frekar vel með það, því ég þarf hins vegar að taka til í herberginu mínu. Mér liður miklu betur inn í herberginu mínu þegar það er snyrtilegt. Akkurat. Bara svona lítil atriði, eins og fólk talar af ástæðu. Þegar þú hefur stjórn á þínu nærumhverfi og það er skipulagt og snyrtilegt og hreint, þá, ef það er ekki, þá er stanslaust áreiti og eitthvað sem vantar. Umhverfið þetta hjálpa þér að blómstra og gera það sem þú vilt gera. Ekki vera hindrun. Og eins og bara svona þættir eins og ef þú hefur stjórn á því hvert umhverfið þitt er, skilur, að þú getur fært úr stað, að þú veist, ertu að fá ferskt loft nógu mikið, þú veist, og þú ert inni mikið, skilur, ertu við glugga, ertu með náttúrulega birtu. Það var eitthvað sem ég heyrði, ég man ekki hvort það var á Íslandi eða hvort það var erlendis, og þar sem og nú er ég engan veginn með heimildendur á hreinu, en ég heyrði á þessu tilfelli þar sem það var innlögn á einhverjum svona spítala, hvort það var bara venjulegur spítali eða hvort það var geðdeild eða eitthvað, manna ekki. Öðrum megin var bara útsýni út á bílastæði eða eitthvað svona byggingar eða eitthvað manngert, óspennandi. Hinum megin var grænt útsýni, bara gróður, gras, tré, eitthvað útsýni, eitthvað fallegt. Og meðaltal útskrifaðist fólki sem var þinn megin á ganginum hraðar, hvort það var einhverjum dögum fyrr heldur en hinir. Af því að það var í rétt á umhverfinu og það hjálpaði. Þetta er kaupa plöntu krakkar. Stór staðreynd. Já, kaupa plöntu. Touch grass. Það er svona hröð, mjög einföld og meðaljóns yfirför á þessum atriðum. Meðalför Eiríks. Já. Það er félagslegt, heilbrigði, vitsmunalegt, líkamlegt, fjárhagslegt, tilfinningalegt, atvinnulegt tengt og umhverfistengt. Kannski hjálpar þetta einhverjum til að setja puttan á hvar rótvandar sér. Mögulega. Og aftur, við erum ekki að eldast við fullkomnun og allt sé tipptopp alltaf, en við erum að eldast við og leitast eftir að bæta heilbrigði okkar og bara, upplifun okkar, umhverfi okkar. Þú bæta við? Nei, bara það að þú veist, þú átt að skilið að líða vel, þú átt að skilið að upplifa jákvæða hluti á öllum þessu sviðum fyrir Guðs náð og bara við hvetjum þið til þess að ef að eitthvað af þessu sem við vorum búin að fara yfir svona stingur það eins að bara talaði við ykkur, leitaði hjálpar eða farðu að skoða sjálfur hvort það er eitthvað sem þú getur gert í þessu fyrir þig. Yes sir, takk fyrir okkur. Heyrumst í næsta þætti með smá tilkynningu. Smá tilkynningu. Adiós.